HS Veitur kláruðu nýverið snjallmælavæðingu viðskiptavina og voru þar með fyrsta veitufyrirtækið á landsvísu til að ljúka þeirri vegferð. Áður voru magnhemlar notaðir fyrir heita vatnið, þar sem viðskiptavinir greiddu fast árgjald eftir því hversu mikið magn hemillinn var stilltur á. Í því fyrirkomulagi var ekki verið að mæla raunnotkun. Árið 2014 hófst í raun vegferðin við að skipta út öllum hemlum hjá heimilum og fyrirtækjum og þeim skipt út fyrir svokallaða rennslismæla og lauk þeirri vegferð 2018. Í því felst að viðskiptavinir greiða fyrir raunnotkun og geta fylgst með daglegri notkun á vefsíðu HS Veitna og jafnvel brugðist við ef upp kemur bilun í húskerfum. Við innleiðingu snjallmæla varð mun betri umgengni auðlindina. Árið 2015 var tekin ákvörðun að snjallvæða jafnframt alla rafmagnsmæla fyrirtækisins. HS Veitur voru fyrsta veitufyrirtækið á Íslandi til að hefja slíka vegferð. Á þessum tíma var starfsfólk í vinnu við að lesa af öllum rafmagnsmælum og voru að sinna ríflega 72.000 álestrum á ári. Snjallmælarnir skila daglegum álestri og notkun í klukkustunda upplausn og gera þannig viðskiptavinum kleift að fylgjast betur með notkun. Snjallmælar stuðla þannig að bættri orkunýtni með upplýstari notendum. Með nýjum lausnum á markaði geta snjallmælarnir sem dæmi raforkusölum kleift að bjóða viðskiptavinum mismunandi verð eftir tíma sólarhrings. Toppálag er áskorun í dreifikerfum og með því að búa til hvata til að orkan sé notuð með jafnari hætti við sólarhringinn getur það dregið úr fjárfestingum í dreifikerfum til lengri tíma litið þar sem kerfin þurfa almennt að vera hönnuð til að anna toppálagi, sem jafnframt skilar hagræði fyrir viðskiptavini. HS Veitur hafa nú lokið snjallmælavæðingunni, fyrst veitufyrirtækja.